Lesum í Åpenbarunarbókinni 22:17. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Við búum í syndugum heimi og ég held að það fari ekkert fram hjá neinum. Við erum minnt á það á hverju einasta degi, allan daginn. Og við fæddumst inn í þennan synduga heim sem gjörsigtur af synd. Og Davíð, hann lýsti þessu svo vel, því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur með stöðugt fyrir hugskot sjónum. En án endurfæðingar þá bíður okkur dauði vegna syndarinnar. Þér voruð eitt sinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, segir í Efesusbréfi. En við eigum von í endurfæðingunni, nema við séum endurfædd samkvæmt reikningunni. Eðli okkar ekki í samræmi við lög Guðs. Okkar eðli í stríði við Guð. Við erum í rauninni vonlaus og í raun glötuð. Það á við sérhvern einstakling sem tilheyrir mannkyninu, nema ef við erum endurfædd. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf svo sinn eingetinn og vegna hans hefur Guð gefið okkur allt og þar með talið eilíft líf sem ókeypis gjöf. Í 1. Jóhannes 5:12 þar segir, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Og þetta gjöf, en eins og allar gjafir, það hægt að afþakka þær. Maður þarf ekki að taka við þeim gjöfum sem okkur gefið. En Jesús hefur tekið á sig allar okkar syndir. Hann hefur verið krossfestur og þar með greitt lausnagjald fyrir okkar syndir. Og með þessum krossdauða sínum gaf hann okkur réttlæti og eilíft líf ef við viljum. Og þetta óskaplega einfalt vegna þess að það mjög einfalt að koma til Krists og taka við hans gjöf, svo kölluðu fagnaðarerindi. Við þurfum eingöngu að taka á móti og þiggja það sem hann vill gefa okkur. Og það einfaldlega það eina sem við þurfum að gera. Í Åpenbarunarbókinni 22 segir, og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem segi, kom þú, og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Ef við skoðum þetta vers, þá sjáum við að það eru tvær sagnir sem skipta megin máli í versinu. Og það að koma og fá. Ef ég héldi því fram að þetta væri það eina sem við þurftum að gera, að koma til Jesú og fá ókeypis lífsins vatn. Ef ég segi að við þyrftum aðeins að koma til Jesú og taka við frelsun hans sem hann gefur, ef þú vilt. Er það ekki trú okkar að þetta það eina sem við þurfum að gera? Ég ekkert að búa þetta til. Spámaðurinn segir okkur, allt það sem einstaklingurinn getur gert fyrir eigin frelsun að taka við boðinu. Hver sem vill, hann taki við lífsins vatni. Síðan fylgir þessi dásamlega setning, einstaklingur getur ekki drýgt neina synd sem krossdauði Krists getur ekki fyrirgefið. Ef við stöldrum við og íhugum þessi orð, það skiptir engu máli hver við erum, hvar við höfum verið, hvaðan við komum, hversu ömurlegt líf okkar hefur verið, eða hversu stórkostlegt líf okkar hefur verið, það skiptir ekki máli þótt við hrösum á morgun. Einstaklingur getur ekki framið neina synd sem krossdauði Krists
getur ekki fyrirgefið. Við þurfum að gera okkur grein fyrir þessu, að það skiptir ekki máli hver við erum. En þessi krossdauði Krists átti sér stað fyrir liðlega 2000 árum. Við vorum ekki einu sinni fædd og alls ekki endurfædd. Kristur, hann fór á krossinn, hann fór þangað með okkar syndir, hann greiddi skuldina og það var engin synd skilin eftir eða gleymdist. Og Ellen White segir, með hjartnæmum einlægum hætti krossinn stöðugt ákall til syndarans sem býður honum fullkomna friðþægingu. Það von í þessum orðum. Getur séð myndina í huga þínum. Kristur hangir á krossinum. Hann að sligast þar, hann þjáist. Þarna hangir hann og með honum allar syndir sem höfðu verið drýgðar og líka þær syndir sem áttu eftir að drýga. Hann borgaði fyrir allar þessar syndir með lífi sínu, svo við megum lifa. Með þessum dauða sínum gaf hann öllum hreint borð, tækifæri. Og það eina sem við þurfum að gera að koma og taka við, þiggja. Jóhannes 6:37 Þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Og Hebreabréfið 7 segir, þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og aftur, það eina sem þú þarft að gera að koma til hans og þiggja. Og Jesús sagði, þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Og Ellen White skrifar eitthvað á þessa leið, ef þú treystir bara á eitt loforð, ef þú bindir vonir þínar við eitt loforð, þá það þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. En ef þú heldur að þetta sé ekki nægjanlegt, þá þarftu bara að gleyma því, vegna þess að þetta nægjanlegt. Ef þú trúir þessu loforði og tekur við þessu loforði Krists, þá þú eins öruggur og að þú væri nú þegar í hinni himnesku borg. Og ef við værum stödd í hinni himnesku borg, værum við þá ekki örugg? Gæti eitthvað skaðað okkur? Auðvitað ekki. Og Hebreabréfið 7, þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Svo spurningin viltu þiggja þetta boð, að koma og þiggja frelsun Krists? Sálminum 116, þar lesum við, og hér Davíð að velta fyrir sér hvernig hann getur launað Guði fyrir allt það sem Guð hefur gert fyrir hann. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Davíð datt ekki í hug að kaupa eitthvað handa Guði, honum datt ekki í hug að gera eitthvað fyrir Guð, honum datt ekki í hug að hann að vinna eitthvað verk til að gangi augun á Guði. Hvað segir hann? Ég lyfti upp bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. En hvað getum við gefið Guði sem þakklæti fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur? Ekkert. Það ekkert sem við getum gefið Guði til að þóknast honum fyrir utan okkur sjálf. Ef þú vilt gleðja Guð, þá lyftu upp bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Guð að ætlast til og mikils af okkur? Þetta erfitt? Og ég ekkert að reyna að einfalda neitt eða draga úr. En höfum við komið til drottins og átta okkur á því að við erum hjálparlaus, að við getum ekki hjálpað okkur sjálf, bjargað okkur sjálf. Að við erum í raun háð drottni.
Og það okkar að viðurkenna það fyrir okkur sjálfum og átta okkur á því að við þörfnumst Jesú og í hreinskilni viðurkennt fyrir okkur. Já, við þurfum að gefast upp og gefa okkur á vald Krists. Og það kemur inn baráttan við sjálfið. Við þurfum að taka upp hjálpræði Krists. Og ef við höfum farið í gegnum þetta, þá hefur margt breyst í lífi okkar. Í 2. Korinthubréfi 5. kafla segir: ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. Það sem okkur líkaði áður, líkar okkur ekki lengur. Er það ekki svo? Á það ekki við í okkar lífi? Ef ekki, þá kannski eitthvað farið úrskeiðis. Þá kannski þörf á að endurskoða afstöðu okkar til Krists. Kannski áttum við okkur ekki á því hve einfalt það er að þiggja gjöf Krists. Þegar við höfum móttekið gjöf Krists, þá erum við endurfædd. Lög Guðs eru rituð á hjarta okkar og við höfum unun af því að gera vilja Guðs. Annað sem breytist er að við finnum þrá til að segja öðrum frá Kristi, kærleika hans og loforðum hans og hverslags vinur hann er í raun. En ef þú deilir ekki þessum löngunum, þá getur alltaf farið til Krists og meðtekið loforð hans. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors Jesú Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Svo spurningin er hvort við upplifum þetta í þessu samhengi. Ef við hefðum hugafar Páls þegar hann ritar þetta vers, að heimurinn skiptir engu máli og heimurinn fyrirlítur okkur vegna þess að við líkjumst Kristi of mikið, höldum við að þá væri raunverulegur munur á okkur og öðrum í heiminum. Hvað finnst þér? Eða eiga kristnir að vera eins og heimurinn? Nei, ekki hugsun, hegðun og framkomu. Viðmóti við náungan og sér í lagi þann sem hallar á. Ekki á neinn hátt á kristinn einstaklingur að vera eins og heimurinn. Okkar takmark ætti að vera að líkjast Kristi í einu og öllu. Ellen G. White, í hennar fyrstu sýn, segir hún: ég virðist vera að færast hærra og hærra frá dimmri í veröldinni. Ég leita af aðvent fólkin í heiminum en finn þau ekki. En rödd segir við mig: líttu aftur og líttu aðeins hærra. Henni finnst eðlilegt þar sem hún fjarlægist heiminn að líta eftir fólkinu í heiminum vegna þess að þaðan kom hún. Þau voru ekki þar, hún gat ekki fundið þau. Hún þurfti að líta hærra. Þar sá hún þröngan stíg sem lá hátt upp. Það var fólk á leið frá eyðingu til hinna himnesku borgar. Þá sá hún sterkt ljós við byrjun stígsins og það lýsti til hins endans, borgarinnar. Þetta ljós var til að lýsa fólkinu svo það hrapaði ekki af stígnum. Sumir fóru að efast ljósið og hrösuð af stígnum til dimmu veraldarinnar fyrir neðan. Þetta er dæmisaga. Guð er að nota einfalda samlíkingu til að útskýra þennan atburð fyrir okkur. Af hverju er Guð að leggja áherslu á að fara hærra og enn hærra? Hver geti verið skýringin á því? Í 1. Jóhannesbréfi 2. kafla: elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn er fyrst hólsins og fyrst augnanna og auðafa oflæti. Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans, en sá sem gjörir vilja Guðs varir að eilífu. Og í Jakob 4. kafla: þegar ótrúu viti þeir ekki að vinátta við heiminn er fjandskapur gegn Guði.
Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. En við lifum í þessum heimi og getum ekkert að því gert. En við eigum samt ekki að vera af heiminum. Við eigum ekki að taka þátt í græðginni sem býðst í heiminum. Valdabrölti, spillingu heimsins, lygunum, blekkingunum. Það hefur ekkert að gera með Krist. Aðskilum okkur því frá heiminum, en þetta er ekki auðvelt. Því lystisemdir heimsins eru freistandi, spennandi. En við eigum að lifa fyrir Krist. Og í Mattheus 7. kafla, 33. vers, en leiti fyrst ríkis hans og réttlætis, og þá mun allt þetta veitast yður að auki. Kristur einfaldlega þráir að veita okkur allt sem við þörfnumst. Og Ellen White segir, við eigum ekki að hækka standard okkar smávegis yfir heimsins staðal, heldur aðgreina okkur frá heiminum. Þegar fólk er í félagsskap okkar, vita þau þá að við erum kristin. Er eitthvað í okkar fari sem segir þeim að við séum kristin? En ef við erum eins og heimurinn, þá höfum við farið að mis við eitthvað. Vonbrigði miklu varðandi endurkomu Krists er sögulegu viðburður. Fólk bjóst við endurkomu Krists árið 1844. En það var misskilningur við spádóm. Spádóminn í Daniel 8 og Ópebókinni 22. Daniel 8 sem segir frá, sem þeir reiknuðu út að var í 20. október 1844. Þeir héldu að Kristur væri að koma aftur og fullt af fólki beið eftir honum. En Jesús, hann kom þennan dag, það gerðist eitthvað þennan dag, en hann kom ekki til jarðarinnar, en hann fór yfir í þið allra helgasta í mustrinu. Og þegar hann kom þangað, byrjaði mikilvægur farvegur. Malaki 3 segir, sjá, ég sendiboða minn og hann mun greiða veginn fyrir mér og bráðlega mun hann koma til mustri síns. Sá drottin er þið leitið og enginn sáttmálan, sá er þið þráið, sjá hann kemur, segir drottin hersveitanna. En hver má afbera þann dag er hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslumanns og sem lútar salt þvottamannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið og hann mun hreinsa levítan og gera þá skýra sem gull og silfur til þess að drottin hafi aftur þá menn er bera fram fórnir þann hátt sem rétt er. En tilgangurinn í öllum gjörðum Guðs sem varða okkur er að gera okkur heilög. Það að Kristur var krossfestur, að hann dó á krossinum, að hann var grafinn, hann steig upp aftur og fór til himna. Öll þessi atriði hafa sameiginlegt markmið að færa fólk Guðs tilbaka í hið upprunalega ástand, að endurskapa ímynd Krists í hjörtum þeirra. Tilgangurinn í öllum gjörðum Guðs sem varðar okkur er að gera okkur heilög. Guð þráir að móta ímynd Krists í okkar lífi. Og í þessari frásögn stíginn til hinna himnesku borgar kom það fram að ljósið lýsti frá byrjun stígsins og var til þess að leiða fólkið til Krists. Kristur var fyrir framan fólkið til að leiða þau. Eins lengi og fólkið horfði til Krists var það öruggt. Því Kristur er okkar eina von og við megum ekki láta neitt varpa skugga á samband okkar við Krist. Einfaldlega vegna þess að við megum ekki missa sjónar af Kristi.